Kæru vinir, verið velkomin hingað til Grenivíkur kirkju. Það var hún Petra Björk Pálsdóttir, organisti, sem spilaði á orgelið fyrir okkur og með henni sungu þær Hólmfríður Hermannsdóttir, Ólína Helga Friðbjörnsdóttir, Hólmfríður Friðbjörnsdóttir og Anna Steinlaug Ingólfsdóttir. Það sungu fyrir okkur sálminn Angi hvílir undir sæng. Og þótt þetta sé nú kvöldsálmur, þá passar þessi sálmur vel inn í þessa ástíð sem hjá okkur núna. Þar sem við erum að leiðinni inn í svartasta skammdegið og þá nú einmitt gott að biðja Guð að vera okkur nærri nú sem endranær. Og við eftir að heyra meira frá þeim stöllum á eftir. En við skulum byrja því að helga þessa stund Kristi og við signum okkur og segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Við skulum biðja: Vertu Guð, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Ég ætla að lesa fyrir okkur úr Matteusar Guðspjalli, kafla 25, vers 31 til 46. Og hljóðar það svo í Drottins nafni. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja þær að eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun kóngurinn segja við þá til hægri: Komið þér sem Faðir minn á og blessar og takið við ríkinu sem yður var ætlað frá grundvöllum heims. Því hungraður var ég og þér gáfuð mér að éta. Þyrstur var ég og þér gáfuð mér að drekka. Gestur var ég og þér hýstuð mig. Nakinn og þér klædduð mig. Sjúkur og þér vitjuðu mín. Í fangelsi var ég og þér komu til mín. Þá munu þeir réttlátu segja: Drottinn, hvenær sáum við þig hungraðan og gáfum þér að eta, eða þyrstan og gáfum þér að drekka? Hvenær sáum við þig gestkominn og hýstum þig, nakinn og klæddum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim: Sannlega segi ég yður, allt sem þér gerðuð einum minna minnstu bræðra, það hafið þið gert mér. Síðar mun hann segja við þá til vinstri handar: Farið frá mér, bölvaðir, í þann eilífa eld sem búinn djöflinum og árum hans. Því hungraður var ég, en þér gáfuð mér ekki að eta. Þyrstur var ég, en þér gáfuð mér ekki að drekka. Gestur var ég, en þér hýstuð mig ekki. Nakinn, en þér klæddu mig ekki. Ég var sjúkur og í fangelsi, en ekki vitjuð þér mín. Þá munu þeir svara: Drottinn, hvenær sáum við þér hungraðan? Hvenær sáum við þig hungraðan eða þyrstan? Gestkominn eða nakinn, sjúkan eða í fangelsi og hjálpuðum þér ekki? Hann munu þá svara þeim: Sannlega segi ég yður, allt sem þér gerðuð ekki einum minna minnstu bræðra, það hafið þér ekki heldur gert mér. Og þeir munu fara til eilífrar refsingar, einni réttlátu til eilífs lífs. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall. Já, þessi texti hina réttlátu og hin ranglátu alls ekkert auðveldur texti. Þetta texti sem jafnvel getur verið svolítið óþægilegur. Hér birtast tveir hópar fólks, hin réttlátu og hin ranglátu. Og það svolítið áhugavert að báðir hóparnir spyrja sömu spurningarinnar: Hvenær sáum við þig hungraðan eða þyrstan, gestkominn eða nakinn, sjúkan eða í fangelsi? Já, því hin réttlátu vita ekki að þau eru réttlát, vegna þess að þau gera þau góða, en aldrei með þeim huga að það komi þeim sjálfum eitthvað vel, heldur einfaldlega vegna þess að það rétt að gera þau góða.
Já, ég sagði að þessi texti væri ef til vill svolítið óþægilegur. Óþægilegur vegna þess að textin dæmir mig. Ég reyni vissulega að láta náungan mig varða, en ég get aldrei verið bara góður. Ég get aldrei gefið öllum hungruðum að borða, öllum þyrstum að drekka, öllum klæðalitlum föt og svo framvegis. Ég get aldrei gert allt þetta. En það ekki þar með sagt að ég ber ekki ábyrgð. Ég í báðum hópum, bæði réttlátur og ranglátur. Því ekkert okkar getur gert bara það sem rétt. Bara Kristur getur það. Þess vegna þurfum við á Jesú að halda inn í líf okkar. Því að hann leiðbeinir okkur og hjálpar okkur að sjá ennþá skýrar hvað það sem gott og rétt. Já, hann hjálpar okkur að láta neyð náungans okkur varða ennþá frekar. Og sönn og rétt trú leiðir einnig til sannra og réttra verka. Því held ég að það sé rétt að minna okkur öll á það að þarna úti því miður fullt af fólki sem ekki hefur það gott. Hvort sem það fjárhagslega, heilsufarslega eða félagslega. En mundu að þú getur með brosi dimmu í dagsljós breytt. Opnaðu hjarta þitt fyrir Kristi og láttu náungan þig einhverju varða. Líttu kringu þig og sjáðu hvar þú getur hjálpað, hvar þú getur orðið öðrum til blessunar. Kannski bara með því að taka upp símann og hringja í einhvern, eða bjóðast til þess að moka snjó frá dýrunum hjá einhverjum. Eða styrkja gott málefni með fjárframlögum eða slíku. Það eru ótal möguleikar, ótal tækifæri til þess að vera öðrum til góðs. Og ég hvet þig þegar aðventan núna gengur í garð, að þú setir þér fyrir góðverkadagatal aðventunar. Að á hverjum degi aðventunar þá gerir þú að minnstakosti eitt góðverk fyrir einhvern sem þarf á því að halda. Já, það áskorun mín til þín. Því að allt sem þér gerðuð einum minna minnstu bræðra, það hafið þið gert mér, segir Drottinn. Dýr sé Guði Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var og verða mun aldir alda. Amen.
Við skulum biðja. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir þennan dag sem við höfum þegið sem gjöf úr hendi þinni. Takk fyrir lífið og takk fyrir allar gjafir þínar. Ég bið þig Drottinn að hjálpa okkur að halda í bjartsýni og gleði nú þegar við siglum inn í dimmasta tíma ársins. Já, takk Guð fyrir ljósið sem við og skín frá jötu Jesú barnsins. Ljósið sem fyllir líf okkar af gleði og hamingju. Drottinn minn, í dag vil ég sérstaklega leggja í þínar hendur öll þau sem eru smituð af korónavírusnum, öll þau sem eru í einangrun eða sóttkví af hans völdum. Já, okkur öll sem berum kvíða og ótta í brjósti vegna þessa faraldurs. Kom til okkur allra Drottinn með þína ró og þína kyrrð og lækningu. Og ég vil einnig leggja í þínar hendur allt það heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur að því að hjúkra þeim sem sýkt eru og einnig þau sem vinna að mótefni og lækningu. Já, kom til okkur allra Drottinn minn og gefðu okkur ró og öryggi og traust. Góði Guð, við biðjum fyrir okkur sjálfum og við leggjum í þínar hendur fjölskyldur okkar og ástvini alla. Við biðjum þína verndarhönd yfir þau og gefa þau fái ávallt að hvíla í öruggum faðmi þínum. Já, Drottinn, snertu við hjörtum okkar og lýstu okkur hvert fótmál á vegi lífsins, svo að við fáum séð hvað þú vilt að við gerum eða látum ógert. Og gefðu okkur kraft til að vera fús til þjónustu við þig í dag og alla daga. Blessaðu lífsköllun okkar og alla umgengni okkar við annað fólk og hjálpaðu okkur til þess að sjá neyð náungans og hjálpaðu okkur að vera öðrum til blessunar. Já, Drottinn, beindu lífsflegi voru inn í himinin til þín, fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn og frelsara. Amen. Og alla bænir vorar fyrirverið þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Og þá ætlar söngkópurinn okkar að syngja fyrir okkur síðasta sálminn sem er reyndar aðventusálmur, en það nú í góðu lagi að þegar aðventan nú bara hérna rétt handa við hornið. Förum í Guðs friði. Amen.